Já, þetta nýja merkið okkar. Þetta nýja merkið okkar hérna í Sóknarhófnum. Við erum alltaf að þroska þetta svolítið og þróa og koma okkur fyrir í umræðunni. Og ég ætla að bjóða velkomna alla nýju vinina. Ég kynna mig, Ólafur Jónsson, að sjálfsögðum, Óli Ufsi kallaður. Alltaf að rífast kvótakerfið og eyðilegginguna sem það er að valda þjóðfélaginu. Í dag ætla ég að tala um mjög sérstakan hlut. Ég ætla að tala um markaðinn. Markaðinn sem við ættum að vera að nota í sjávarútvegi en er algjörlega hundsaður. Ég vil beina máli mínu sérstaklega til unga fólksins sem skilur markaðinn og er að læra um markaðinn. Hagfræðingar, nýjir hagfræðingar, þessi gömlu alveg úreltir, nýjir hagfræðingar, nýjir viðskiptafræðingar og fólk í fjármálageiranum. Fólk sem vill að Ísland blómstri. Fólk sem vill vinna í samkeppni, þar sem enginn er hundsaður eða drepinn niður, heldur við vinnum í frelsinu. Og þessu var okkur rænt í sjávarútvegi. Það voru molbúarnir þarna í Skagafirðinum og fyrir norðan, gamla bændaklíkan sem ekki sætti sig við að hér sé hagur fólks annar staðar nema hann sé þeim að þakka. En við skulum brjótast frá því. Þetta var svoleiðis að það lá beinast við árið 1984 þegar við vorum búin að gangi gegnum 2 stór verkföll sem stöfuð af því að reiptogið milli útgerðar og fiskvinnslu annars vegar og þjóðfélagsins hins vegar sem var náttúrulega á hraðri uppbyggingu, að þá sköpuðust þessi verkföll, togstreita, íslenski sjómenn voru notaðir sem fallbyssufóður útgerðarinnar í að berjast fyrir lækkun gengisins. Þá kom upp þessi umræða. Hættum að togast þetta alltaf um verð á fiski, setjum allan fisk á markað. Og það voru meira sér byrjuð verslun með fisk, þar sem menn sem áttu mikið af þorski og eitthvað blanda karfa sem þeir áttu að taka, karfadagana, og þeir gátu ekki nýtt karfan, þá vildu þeir setja hann hérna á markað og fá bara mjög góð verð, miklu hærri verð heldur en þetta landsambandsverð. Og jafnvel ennþá betra að þannig sveiflaðist markaðurinn, því að markaðurinn er náttúrulega aldrei fastur. Og þetta lá beinast við þegar Norðlendingarnir komust í ráðherrann og afnámu sóknarmarkið og þar með markaðs hugmyndina. Hugsið ykkur bara í dag ef allur fiskur fær á markað á Íslandi. Ef allir gætu farið á markaðina og keypt annarkvort bara fyrir búðina sína eða búðirnar sínar, nú eða þá einhvern fisksala eða hótelkeðju í Evrópu, í Bandaríkjunum, jafnvel í Japan, sem væri tilbúin að fá vissar framleiðslutegundir. Þetta yrði algjör gróska á Íslandi ef að hér færi allur fiskur á markað. En þá koma molbúarnir þarna úr Skagafirðinum og þeir segja, já við eigum skipin og við eigum búin að leggja í kostnað. Það kemur engu máli við hvort þau vilja ná fiskinum úr skipinu eða ekki. Ef þú vilt fá fiskin úr þínu skipi, þá tekur hann bara úr skipinu, inn í húsið, allt sem hún vill taka úr skipinu og restin fer á markað. En þeir borga líka bara markaðsverð. Það eiga allir að borga markaðsverð.
Það kemst enginn upp með það að borga, sko, þetta bara glæpamál, þetta landsambandsverð. Vera að borga mönnum 30% lægra verð fyrir fiskinn. Sjómenn eru partur af þessu kerfi, þeir eru algjörlega hundsaðir. Þeirra laun byggjast á þessu, þetta bara hundsað. Menn komast upp með að borga falskt lágmarksverð sem ekki í neinu sambandi við raunveruleikann. Hér á bara að vera borgað markaðsverð hvers dags fyrir fiskinn. Nú þá segja, já það svo mikið að fiskafandi spreng. Heyrðu, skal ég skjóta þetta niður líka eins og allt þetta blaður ágæti kvótakerfisins. Ég var nefnilega á markaði og þess vegna hataði mig. Ég var á markaði í 10 ár á Íslandi. Nú skal ég bara segja ykkur hvernig það var. Jú, mikið magna fiski, þá lækka verð á fiski, en þá eykst eftirspurnin eftir fiski. Menn eru fljótir, íslenskir fiskvinnsluframleiðendur eru fljótir að sjá ný tækifæri á nýjum mörkuðum. Svo lægri verð á fiski kannski 1-2 mánuði, það spruttu bara upp fleiri sniðugir framleiðendur. Menn sem sá ný tækifæri. Og svo hækkaði fiskurinn af því þá jókst fram eftirspurnin og svona gekk þetta koll að kolli. Og skal segja ykkur eina sögu. Við vorum hér á markaði ár eftir ár og fiskkaupendur kunna meta þetta. Þeir kunna meta að við komum þarna einu sinni í viku 220-240 tonn, flottur fiskur, allur í kössum, allur vel frá gengin. Þetta líkaði kaupmönnunum. Allstaðar að landinu komu þeir til Reykjavíkur til að kaupa fiskina við henni. Við fengum alltaf þessa 5-6 daga til að veiða. Heldur að við höfum ekki heldur betur dottið í það maður. Jafnt og þétt, alla dagan okkar fengum við mikið af góðum fiski. Ufsa, karfa, eitthvað blanda af ísu, kannski eitthvað þorskvikindi með. Við fylltum dallinn 311 tonn. Og nú heyrðist hæðis glósundar allstaðar að nú mun hann sprengja markaðinn. Sögðu við ykkur ekki, nú Óli búinn að sprengja markaðinn. Kemur hérna inn með eitthvað helvítis karfa drasl og nú sprengi. Farið rólega. Við komum inn með kjaftfullan bátinn á Faxamarkað. Menn flyktust að allstaðar að landinu og með karfa og ufsa rusl sló við hann Íslandsmetið. Aldrei hafði verið selt einn farmur fyrir hærra verð úr neinu skipi á Íslandsmiðum. Aldrei. Heldur en strákarnir á Viði seldu 11 milljónir íslenska króna fyrir 311 tonna fiski. Lítið að þorski. Þetta var karfi sem var á helmingsverði á landsambandsverðinu. En svona markaðurinn, krakka mínir. Markaðurinn finnur alltaf sína leið. Látið þið engan segja ykkur annað. Það eru bara hindurvitni. Við þurfum ekki á svoleiðis fólki að halda. Ef þið heyrið áróður í kennaranum, prófessornum í Háskóla Íslands kannski, nú komin annar larfur þarna upp í Bifröst sem ætlar að eyðileggja málfrelsi þar. Þakkið þá niður með rökum. Einokun á hvergi heima og allur fiskur á að fara á markað. Það engin rök gegn því. Fiskur á að geta flotið landshorn á milli. Þegar þessum vasta fisk þá það hans mál að fara á markaðinn og kaupa hann. Það enginn sem á að segja honum til, þú mátt ekki kaupa í Reykjavík af því þú ert á Langanesi. Nei, þú ert í Breiðdalsvík, þú mátt ekki kaupa fisk á Snæfellsnesi. Þetta frelsið og traustið sem maður hefur á markanum. Það kaupir engin fisk sem hann ætlar ekki að græða á. Sláum
á öll svona hindurvitni. Þau eiga ekki heima nema í Skagafirðinum. Ef ég mætti ráða þá myndi ég brúa Skagafjörðin og enginn Íslendingur ætti nokkuð tímann að stíga þangað fæti. En það bara mín hugmynd. Takk fyrir í dag. Sjáumst aftur. Bye bye.